Jesus breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would see set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan and son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, that you don't down your life, that I will be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Come on, one more time. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's proclaim, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. This is amazing grace. This is unfailing love, that I will take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the
is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, that would alone your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. I will go down the line, and I will be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah, amen, hallelujah. Oh, Rashake Baramashanda Rakindia Sidia Lakeshandra Masande. Oh, we tillber Jesus. Lord, we worship you, and we raise our hands just to praise your holy name. We lift up our hearts, our voice. We just want to worship. We just to be with you. Just want to be together with you, Jesus. Yeah, 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 yeah. Shila la la la, shila la ya, sara la la, deria lo shono. Shiga masando la la keria, sala la masemorie. Shamaraki so. Shinalara masidia la shandoraki, shenaraki so. Reserel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 
Come, let all the angels hear our voices together. Just raise your voice. Sing in the Spirit. Sing in the Spirit. We worship the King of Kings. Shina ya 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 sinimik wasaidia saina vai shinere shila na 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 guru do shinere le kenya staramando shina la ra masara la ra nia sinele nia shina ya si unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. Child of God, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. One more time. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, you have chosen me. Amen. Love has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. So I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My tears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. So I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yeah, hallelujah. This is our proclamation from the bottom of our hearts. I'm no longer a slave of fear. Hallelujah. Oh, Rishe Amara Shamarani Ambrosi. La Shaya la 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 Mashine la Shaya. Shela la 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 Dios te le asere le meche. Resela Mashaya la Mashaya la Mashaya la Manio. Shibera la mia storia la coria se. Oh, receive, receive. Yes, more. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. More. Shabababa. More, Lord. Shibarabasa Baragojo. Hallelujah. Hallelujah. Shigarala.
Jesus. We love you. We love you, Jesus. Hallelujah. You are so beautiful. Hallelujah, 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 hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire And in darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I have seen of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come one more time. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath
of the goodness of God. All my life You have been faithful. all my life You have been so, so good. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Sing it one more time. Just flash your thoughts back to something you have experienced when he was there for you as your father, as your friend. Think up through your life how faithful he has been, how his mighty hand has led you and me, how he has been with us all the way. And from the bottom of our heart, we just sing again. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, amen. Just stretch out his faithfulness. Stretch out your arms and receive his power. Receive the anointing from the Holy Spirit. Receive the anointing of his presence. Receive what you need for body, for your mind, for your soul. Oh, this Jesus. You are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful.
There is none like you. 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 You are so beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful. Shikidia, shikidia. Amen, 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 amen. Sana yasike maishanana. Lord, we embrace your kingdom. We embrace you. We embrace you and the word you will give us also tonight. As we embrace all this presence with worship, Lord, thank you we can be together in unity and peace, and just worship you. Thank you we can be one, Lord. This is your work done. That's what you have done for us. This is yours. We are yours, and we love you. We love you. We embrace you, and we embrace your kingdom. So now also we just sing that the message will go just through in the bottom of our heart, so we can know you better. We can learn more to live the life you have called us to be in your kingdom. So we not are ruled by the government of this world, but we are ruled by your peace, your joy, your kingdom. You are our King, Jesus. Amen. Amen. Jeg prater førskere to omsett til engelska. Nei. Nei. Gåan dagen. Eller godt kvöld. God kvöld.
It's very nice to be here. Thankful we could come. My name is Rein Vishipa. Actually, Thomas Rein Vishipa, but Ég heiti Rein frá Skipá. Vishipa. Við Skipá, Skipá, vildi ég sagt hafa. Yeah. Marner, Papa Moin, is my father. And That- Thomas is my father-in-law. Og pabbi minn þarna og Tómas tengda pabbi minn. I'm very well protected. Ég mjög vel verndaður. Yeah. It's nice to be here. Það gott að vera hér meðal ykkar. And thank you, Alan. Og takk Allan. Really blessed by your words. Og ég var virkilega blessaður af orðum þínum. Really. You should be here today. Þið hefðu átt að vera hérna í dag. But this online, YouTube, Þið getið fundið þetta á YouTube eða Facebook. go there, please, Farið þangað endilega for your own sake. fyrir ykkar eigin sakir. Yeah. I have a word. I've been preaching in our church. Ég ber orðina með mér, ég hef verið að predika í kirkjun okkar. Alan has been in the details today. Allan hefur svona útlagt svona nákvæmt útlínurnar And I'm going big. og ég ætla að taka stóru myndina. Allan var semst í smáatriðunum. And we will start with Genesis 1. Og við ætlum að byrja í Åpenbókinni fyrsta kafla. In the beginning, God. Í upphafi Guð. That means before anything else was, there was God. Áður en nokkuð annað var, þá var Guð. And he and all the spiritual world, everything, the angels, Allt sem Allt. til englar, öll sköpun, existed var til before anything else was created. áður en nokkuð annað var skapað. And this is not very nice. Ég veit að þetta ekki alveg svona heill hringur. This symbolizes the kingdom of God, the spiritual world. Þetta tákn upp á Guðs ríkið eða hinn andlega heim. Yeah, it's very creative. Þetta mjög mikið skapandi verk. And then God created the world. Og síðan skapaði Guð heiminn. Everything that's material, Allt sem efnislegt. everything we can touch, Allt sem við getum snert, see, séð, smell, lyktað, hear, heyrt. is produced from here. Það skapað út frá þessum stað. Someone else can make a more prettier. Getur ykkur annað teipað hérna fyrir mig á gólfi? Onkel help? Já. Já. Yes. Ég skal gera þetta betur. Takk fyrir. I Ég will, er kvenmann. I will do it better, I'm a female. Jeg og me and Helga, we met in Uppsala in 2009. Ég og Helga við hittust í Uppsölum í 2009. Me and my wife and my daughter at that time was 1 year. Ég og kona mín og dóttir okkar sem var einsást þá. We went to Bible school in Word of Life Uppsala Við fórum í biblíuskólann í Orði lífsins í Uppsölum. when Ulf Ekman still was. Þegar Úlf Ekman var þar ennþá við stjórnvölinn. Yeah. So we know each other and that's an honor to meet you. Og Get your við help. þekki hvort annað og það heiður Thank að you. hitta þig. So this symbolizes all the material world, everything that's created. Og þessi fyrirningun hann stendur fyrir tákn fyrir allt það sem skapað. So if we go into Genesis 1:26, Og ef við lítum á fyrstu Mósebók 1:26, 27 and 28, 27 og 28, you can just maybe read it in save time, so you take it in Sweden, in Icelandic. Ska vi preka på svenska? Jag vet inte vad det på svenska. Ja, det är häftigt. Ja. Ja. Det är så trevligt, vet du. Ja. 26. Ja. Ok. Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd,
Líkanos, og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Og Guð blessaði þau og Guð sagði við þau: verið frjósöm, margfaldist og uppfylli jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Amen. So God says, Þannig að Guð segir, let's create man við skulum skapa mannin in our image í vorri mynd and let them og látum þau have dominion. að drottna og ríkja yfir jörðinni. So God gives a command that there's going to be a kind of separation between this spiritual world and the created world. Þannig að Guð gefur tilskipan að það sé eitthvað bil á milli hins ósýnilega heims og hins skapaða heims. He gives the authority, legal right, Og hann gefur hið löglega yfirvald til the man, mannsins. not to rule over each other, Ekki til þess að ráða eða hafa ofríki yfir hvort öðru, but the rest of creation. heldur yfir sköpuninni. You got that? Náðu þessu? Very, very important. Mjög, mjög mikilvægt. So now we can see that man is ruling here, God is ruling here, Og við sjáum að maðurinn að ríkja á þessu svæði og Guð að ríkja á þessu svæði. yeah. If you just take Genesis 2, Ef við lítum á fyrstu Mósebók 2. kafla, yeah. So now we are gotten 2, now we only have 66 books left, but þannig að nú erum við bara 66 bækur eftir í kvöld, verse 7. og 2. kafli, vers 7. You want me to read that? Yeah, just read it. So, Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans, og þannig varð maðurinn lifandi sál. So, man is created of the earth. Adam Adam, eða maðurinn, hann skapaður af jörðinni. means red, Adam orðið þýðir rauður, yeah, from the dirt, the red dirt. eins og rauður leir. Correct? Yes, he's nodding, so you guys, you just know, look at him. Hann kinkaði kolli þannig að þið vitið að þetta rétt hjá mér. Yeah. So from here, God creates this thing. You can Þannig að frá þessum stað að þá skapar Guð þetta, eða jarðarjakkafutin, see. And from here, og frá þessum stað he breathes his spirit inside of him. að þá blæs hann í nasir mannsins And he becomes a living being. og hann verður lifandi sál. And now God is actually ruling on earth Þannig að nú Guð einnig að ríkja á jörðu. because there's a connection between here. Því að nú orðið tenging þarna á milli And the process starts. og ferillinn fer af stað. We can see that God is watching Adam when he's naming the animals, giving them. Og við sjáum All að things. Guð fylgist með Adam þegar hann að nefna dýrin He creates the garden, og hann skapar Edengarðinn. and Adam has work to do to cultivate the earth. Og Adam hefur verk að vinna að yrkja jörðina. So this is the minds of a God. He is the king. Þannig hugafar Guðs, hann konungurinn, He's expanding his kingdom. He's Hann creating a- the whole universe. hann að víkka út sköpun sína og alheiminn. But something happens here. En það gerist nokkuð hér á þessum stað. That there's a guy who's a very high-standing angel. Þar hátt settur engill, Probably the most high-standing angel. sennilega einn af æðst settu englunum. It looks like he is not very happy about what God is doing. Það lítur út fyrir að hann sé ekki ánægður með hvað Guð hefur verið að gera. And he rebels.
og hann veldur uppreisn. But we don't know where in the process, if it's before or in the middle. We are not going, that's not Og okkur important ekki right now. sagt eða það ekki tilgreint hvar eða hvenar á hvaða tímabili þetta gerist. But a third of these is making rebellion and they leave. En hann tekur 1/3 af englunum með sér og þeir fara. And suddenly we have another kingdom rising up. Þannig að allt í einu höfum við þriðja eða annað ríki sem sagt að vaxa úr grasi eða verður til. Which is the kingdom of darkness. Það ríki myrkursins. You can see I am used to be on my knees. So, it shouldn't be bigger, but okay, this is not so important. Það ætti nú ekki að vera svo lítið stærra en þetta skiptir ekki máli. Yeah. There's a law we call the law of dominion. Það nokkuð sem kallar sem sagt lög þess að ríkja. It means that what is created, how to explain it in English, but Adam thrives skapað here og sem sagt Adam hann stattur hér because he's made of this. Því að hann búinn til úr þessu umhverfi. He's legal here. Hann löglegur á þessum stað. He's made of this material. Hann búinn til úr þessu efni. And belongs here. Og þetta tilheyrir honum. These guys, hér á þessum stað, or those guys, they go in and do stuff they shouldn't do. Og þeir byrja að gera hluti sem ólöglegir, þess að þeir ætti ekki að gera. But they can't come back. En þeir geta ekki komist tilbaka inn í Guðsríkið. They are expelled of their place. Og þeir sem sagt reknir út af sínu svæði. Jude says that those angels will not, they left their formal estate. They left their place, correct? Júdasarbréfið greinir frá því að þeir yfirgáfu sinn upprunalega stað. And now they can't go here. Og nú geta þeir ekki farið aftur hingað. They have nowhere to go. Og þeir hafa ekkert að fara. And they're roaming the earth. Og þeir ráfa jörðina. And they feel uncomfortable. Og þeim líður ekkert vel. Because they are out of their estate. They're out of the place where they were supposed to be. Því að þeir fjarri sínu eðlilega umhverfi sem voru skapaðir í. Like Alan also talked about, when we die, we get another body. Alveg svo Alan var að deila með okkur í dag að þegar við deyjum þá fáum við nýjan líkama. But this one can't function here. En þessi líkami, jarðneski líkami, hann virkar ekki hér. So there's a body and a type for, depends on where you are. Það tegund líkama fyrir hvert stað þar sem þú átt að tilheyra. So suddenly, there's a guy here. Þannig að skyndilega þá einhver gaur hérna. Den grapa inte. Nej, den grapa inte. The grey-legged one, we call him. I don't know if you had that in Iceland. I don't get it. No. The devil. Já, það sem sagt djöfullinn. Yeah. So he's here. Og hann stattur hérna. And what should he do? Og hvað á hann að taka til bragðs? So he makes up a plan because he knows what God has said. Þegar hann hugsar upp áætlun því að hann veit hvað Guð hefur sagt. He said, let them have dominion. Hann hefur sagt, láttu þau ríkja og hafa drottnun yfir jörðinni. He knows God can't break his word. Hann veit að Guð getur ekki farið á bak orða sinna. In Psalm 138 verse 2. Í Sálmi 138 vers 2. He says that God reveres, how to say in English, reveres his word above his name. Þar sem hann hefur orð sitt ofar nafni sínu. Yeah. So he is not, if he breaks his word, then his name is not intact. Þannig ef hann fer á bak orða sinna, þá mannorð hans lítils virði. The devil can accuse him for being unrighteous. Og þá getur óvinurinn sakað hann að vera óréttlátan. That can't happen. Og það má ekki gerast. And he knows he's not allowed to enter. Og hann veit að hann hefur ekki inngönguheimild. So he make a bargain with the serpent. Þannig að hann gerir svona samning við þjónana. Can I lend you that body? Get ég fengið lánaðan líkama? So I have some business to do here.
Þannig að ég þarf að eiga nokkur viðskipti hér. So he goes over and have the famous discussion with Eve. Og hann fer hérna á hennar stað og þessar frægu samræður sem hann á við Evu. And we know the rest of the story. Og við þekkjum restin af sögunni. Problem happens that Vandamál sem gerist government sem sagt að yfirvald, which this is about the kingdom, þetta fjallar Guðsríkið og yfirvald Guðsríkisins, changes hands. Að það skiptur hendur, eða sem sagt fer á milli. There becomes a cut between here where there was a flow happening. Og þá gerist nokkuð að það verður aðskilnaður hér á milli. And suddenly this guy Og allt í einu þessi gaur hérna, corrupts the seed. hann mengar sæðið. He's still nothing, so we're in. Og hann ennþá að kinka kolli þannig að þið vita að predikuninni mín í lagi. So now everything that is produced from man Þannig að allt sem skapað út frá manninum is under corruption. Mengað. All the earth is under corruption. Eða forgengilegt, eða mengað. But this guy here, not you, sorry. Þessi it's the gaur other hérna, one. ekki ég, He forgets hann gleymir this guy að þessi hérna gaur can still speak. getur enn talað. And he prophesies. Og hann spáir. And from that prophecies goes out, Og frá þessu spádómsorði, hell is loose, og literally. þá skekur helvíti. Because they are trying to kill the seed, because it's the seed of the woman. Því að þeir að reyna að deyða sæðið, eða sæði konunnar, It's going to crush his head, he knows. því að hann veit að sæði konunnar mun merja höfuð And you can djöfulsins. see all the evilness happening in the world. You can see all what's happening and how he kills the babies. Everything leads to he wants to kill the seed. Við sjáum þetta í sögunni, við sjáum það illa sem gerist, hann reynir að drepa unga börnin aftur og aftur. So the fight is actually not between these two. Þannig að baráttan, hún í raun og veru ekki á milli þessara tveggja, It's about this place. heldur baráttan fjallar þennan stað. It's about you. Baráttan you. fjallar þig og þig og þig og þig. You are the most loved Þið eru mest elskaða and most hated people. og mest hataðasta fólk. God loves you Guð elskar þig and devil hates you with all his heart. og djöfullinn hatar Mind þig and will. öllum stundum. And he's after you because Og hann á eftir þér. you took the place that he wanted to have. Því að þú tókst þann stað sem að hann girtist. And God has given man dominion. He knows it's in our body. Hann hefur gefið manninum yfirvald og hann veit að þetta innra með okkur. Something we need to understand why the world looks like it does. Sumir þurfa að skilja af hverju heimurinn lítur út eins og hann gerir. Have you have this question? Hafið þið fengið þessa spurningu til ykkar? Why can the world be like this and you say that God is good? Og hvernig getur heimurinn verið í þessu ástandi og þú heldur því fram að Guð sé góður? How do we answer that? Hvernig svörum við þessu? What's the point of church? Hver tilgangur kirkjunar? Why are we here? Why are we just... Af hverju erum við hér? Af hverju erum við ekki bara farin? This answer it. Þessi útskýring, hún svarar þessari spurningu. Because God said, let them have dominion. Því að Guð sagði, látum þau hafa yfirvaldi. And we have our free will, any one of us. Og við höfum frjálsan vilja, eitt og sérhvert okkar. We can choose to stay connected to this part Við getum valið að tengjast þessum hluta or be connected to this part. eða tengst þessum hluta. And God can't discuss. He's not gonna Og, override your free will. og Guð, hann yfirkeyrir ekki þinn frjálsa vilja. So you get the decision. Þannig að þú hefur ákvörðunarvaldið. But the part with the material created universe is En það sem varðar efnislega skapaða heiminn, the foundation of all the seen material is still spiritual. en þannig að grundvöllur alls þessa heims andlegur. Everything is spiritual. Allt andlegt. Depends on these two guys Það veltir á þessum tveimur gaurum hérna.
are not allowed just to enter like spirits to come here and do whatever they want. að þeir mega ekki fara inn á þetta svæði sem andar og gera hvað sem þeir vilja. They do not have the legal right. Þeir hafa ekki löglegt yfirráð. That's why you can cast out every demon that comes. Þess vegna getur þú rekið út sérhvern illan anda. Because he has no right to be here. Því að hann hefur ekkert yfirvald, ekkert yfirráð til þess að vera hér. You know, your body is the most sought after and most valued thing in the spiritual world for these guys. Í andaheiminum þá það líka með þinn sem mest eftirsósta sem til Because through you, Því að í gegnum þig they can express all their geta þeir tjáð allt sitt illa eða alla sína ráðagerð. These guys, they speak. Þessir gaurar hérna, þeir geta talað. Þeir hvísla. And you sit there, oh, Og þú situr hérna og færð ykkur hugskeiti. Yeah, I heard, yeah. Já, ég búinn að heyra þetta og Have you heard this? hefur þú heyrt þetta? Og slúðrið fyrir á stað. This one speaks also. Þessi hérna, hann talar líka. So the question is, we know Þannig að spurningin að við vitum authority lies in you. You have the authority að yfirvaldið liggur með þér. Þú hefur yfirvaldið. because of your body. Vegna þess að þú ert í líkama. But inspiration, Innsæi, ideas, hugmyndir, philosophies, heimspeki, religions, trúarbrögð, pick one, they are inspired from the spiritual world. veldu hvað sem þetta allt uppsprottið eða hefur áhrif út frá andaheiminum. So, what can we do now? Þannig að hvað liggur fyrir stafni fyrir okkur? So what God does is that he says he needs to come, to save this he needs to come and be legal here. Þannig að Guð þarf að gera eitthvað, hann þarf að komast á þetta svæði og á löglegan hátt. He can't just come barging in. Hann getur ekki bara ruðst hérna inn Then everyone will be saved, og allir bara frelsist og verið hólpnir, no wars, engin stríð, no poor people in the streets, engin fátækt eða engin heimilislaus, but he can't. en hann getur það ekki. But I think it's Isaiah 6:9, Í Jesaja 7. kafla og 9. vers, if I remember correctly, or opposite. If you find Isaiah. No, so then it's 9:6. 9:6. 9:6. 9:6. Numbers were right. Það 9. kafli og 7. vers. Því að barn oss fætt og sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guða hetja, eilífðar faðir, fríðar höfðingi. So you can see he says, for to us a child is born Því að barn oss fætt from the earth. af jörðu. But it says something else. Can you see? It says, to us a son is given. Til okkur sonur. To us a child is born. Yeah. Sonur oss gefinn. So now he connects the legal right Þá tengist þessi lagalegi réttur of a child, of a man, sem barn, sem maður, and he takes the son og það tekur soninn and he connects it back. og hann tengir hann aftur við jörðina. And now it gets interesting. Og nú fer þetta að verða áhugavert. Now we are back in business. Nú við komin aftur við stjórnvölinn. So we know the story about Jesus. Og við þekkjum söguna Jesú. He becomes a man. Hann verður maður. He is representing these two back. Hann málsvari fyrir fyrir Guðsríkið á jörðu. And now we are in business again. Og nú við aftur við stjórnvölinn. If you take Ephesians 1:10. Og í Efesusbréfinu 1:10 we often call
John 3:16 for the little Bible. Og við I köllum think oft this is Jóhannes the right one. 3:16 litlu biblíuna, en í raun og veru er það þetta vers sem ætti að vera. Sem hann hafði með sjálfum sér ákveð að framkama fylling tímans kæmi, hann ætlaði að safna öllu því sem á himnum og því sem á jörðu undir eitt höfuð í Kristi. This is the point for Christ to come here. Þetta ástæðan fyrir að Kristur Jesús kom hér. He's connecting these two back. Hann að tengja þessi tvö svæði aftur saman. And suddenly there's hope. Og allt í einu von. This is amazing. Þetta undravert. This guy is crazy. Þessi gaur alveg genginn af göflunum. And he is doing everything to get Jesus away. Og hann gerir allt til að koma Jesú fyrir kattana. But he didn't manage. En honum tókst það ekki. Yes. That is the beauty of the story. Það fegurðin í sögunni. Now God becomes legal on earth Nú Guð orðinn löglegur á jörðinni through Jesus í gegnum Jesú and through his church. og í gegnum kirkju sína. But for Jesus to come here, he could neither just come. Það gengur það sama fyrir Jesú. Hann gat ekki bara komið hingað. He still had cooperation between man and God to get this to happen. Hann þurfti líka að fara leiðina þar sem var lögleg tenging milli Guðs og manns. You need to understand that nothing can happen here without authorization from the earth, from man. Ekkert getur gerst á þessu svæði nema þessi tenging við jörðina. So we can think, how can it take so long time from this to happen? You talked mentioned of that until Jesus comes. Og við getum velt fyrir okkur, af hverju tók þetta svona langan tíma þangað til Jesús kom? Because God needs to take the legal action. He needs to do things right. Þegar Guð þarf að fara rétta og lagalega leið. And Jesus says he fulfills every prophecy. Og það segir að Jesús hann uppfyllir sérhvern spádóm. Because he needs to be perfect. Því að þetta þarf að vera fullkomið. So the important for us to understand that here is the authority. Það mikilvægt fyrir okkur að skilja að hér liggur yfirvaldið. And here lies the power. Og hér staður krafturinn sprettur út frá. Man can't without God. Guð getur ekki án Guðs. And God will not without man. Og Guð mun ekki nema með manninum. That's why you are so important. Þess vegna þú svo mikilvægur einstaklingur. You should smile. Þú ættir að brosa. And even the Holy Spirit was illegal to enter the earth. Jafnvel þó að heilagur andi væri ólöglegur að koma inn í heiminn. Jesus says, now he's here. Jesús sagði þegar hann búinn að tengja þetta saman. I will ask the Father. Ég mun biðja föðurinn. And he will send the Spirit. Og hann mun senda andan. So now you have the power and the legal right Nú connected. höfum við kraftinn og lagalega réttinn tengdan. And now can the Holy Spirit come. Og þá getur heilagur andi komið. And even when Jesus arrived, Jafnvel þegar Jesús kom á sjónarsviðið, we can see in Scripture that we had Anna and we had við sjáum í ritningunum það Anna Simeon og Símon in the temple í praying, musturinu, fasting, biðjandi og fastandi to birth this amazing thing. til þess að fæða fram þetta undraverða verk. God always needs cooperation with man. Guð þarf alltaf samráð við mannin. Have you heard the prophecy that God gives the Israelites when they go into Egypt to say, for 400 years you are going to be in captivity? Þið hafið heyrt spádóminn að þegar Guð spáði því að þeim yfir Ísraelsmönnum að þeir myndu verið í herleiðingu í Egyptalandi í 400 ár. And there were 430 years. Og það voru 430 ár reyndar. There was a guy called Moses who was called to do the job. Það var náungi sem heiti Móses sem var kallaður til þess að gera þetta verk. But he did something and escaped
and fled into the wilderness. En hann braut eitthvað af sér og hann flúði inn í eyðimörkina. And God had to wait on him for 40 years Og Guð þurfti að bíða eftir honum í 40 ár. until he was ready to step into the ministry. Þangað til hann var tilbúinn að stíga inn í þjónustuna. So even the prophecy of God had to wait Og jafnvel until this man was ready. Guð þurfti að bíða þangað til þessi maður, þessi einstaklingur Móses var tilbúinn. So the question is, if we ask, why is God allowing this? Og við spyrjum okkur, af hverju leyfir Guð þess að gera svona? The question is, why are we allowing this? En það frekar spurningin, af hverju eru við að leyfa þessu að taka svona langan tíma? Because we have the authority. Því að við höfum yfirvaldið. So something that the devil does very well, Nokkuð sem að djöfullinn færi að gera, he's playing us up against each other. hann að etja okkur gegn hvert öðru. Race, Kynþáttahatur, culture, menningarstríð, elder against young, þinn eldri gegn hinum ungu. and he really works on our self-image. Og hann alveg ekstra góður í að vinna á sjálfsímynd okkar. To make sure you don't step into your authority. Að vera alveg viss, gangu skuggum það að þú stígir ekki inn í þitt yfirvald. Your right authority. Þitt rétta yfirvald. Because you are in constant authority. Vegna þess að þú ert í stöðugu yfirvaldi. For everything you allow will happen through you. Allt það sem þú leyfir verður að gerast í gegnum þig. Believe it or not, but there are men and women literally working together with evil demonic Og spirits. trúðu mér að í dag að þá eru karlar og konur sem virkilega leggja sig hart fram að reyna að tengja saman þessi jörðina við ríki myrkursins. To make sure there is war. Til þess að sjá til þess að það sé stríð, að það sé örbrigði. And they can. Og þeim tekst það. Because they have the authority to do whatever man does, and where we take the power is up to us. Og þeir komast af með þetta vegna þess að það undir okkur komið hvaðan við þiggjum kraftin. So, wow. Get this one back on. So, when we see what on earth is happening here, Og þegar við gerum okkur grein fyrir hvað að vera hér, it's not just the devil roam around. það ekki bara djöfullinn sem að reikar hér He has to be aligned with someone here. Það þarf að vera í línu við eða í samþykki mannesku. Nothing is just by accident. Það gerist ekkert bara óvart fyrir slysni. What happens in Israel today, Það sem gerist í Ísrael í dag, and I can see how we in the Western world and in church and we have this fights on Facebook. og við sjáum hvernig við bregðumst við og við erum að heyjum stríð á Facebook. What is right and wrong, Hvað rétt og hvað rangt, what shouldn't be or what should be. hvað ætti að vera og hvað væri leyfilegt. But in the core in everything, En kjarnin í þessu öllu saman, they need to annihilate Israel. That is kjarnin að þeir vilja eyða Ísrael. because Israel is a part of God's plan. Því að Ísrael hluti af áætlun Guðs. So probably most of the people don't even know who they are working for. Þannig að mikið af þessu fólki hefur ekki hugmynd fyrir hvernig það að starfa. But still they get powered from here. En þeir þiggja kraftin úr ríki myrkursins. So as the body of Christ, En við sem líkami Krists, we can discuss Facebook. við getum rifist á Facebook, It doesn't heal the problem. en það læknar ekki vandan. We need to understand we have the authority. Við þurfum að skilja að við berum yfirvaldið, We need to be empowered from this part en við þurfum að þiggja kraftin frá Guðs ríkinu. and make sure it gets planted here. Og sjá til þess að það sé plantað á jörðinu. When Jesus asked the disciples, they asked Jesus teach us to pray. Þegar lærisveinarnir báðu Jesú að kenna sér að biðja, And Jesus says, pray like this. og Jesús sagði, biðjið sem svo.
and I don't know it in English. og ég kann But þetta ekki this alveg is, let it be on earth as it is in heaven. svo á jörðu sem á himni. That's the main thing. Það punkturinn. Our job here, Verksvið okkar hér, listen carefully, hlustu vel, is not to escape this place as soon as possible. það fjallar ekki að við eigum að geta flúið héðan eins fljótt og mögulegt hingað inn í Guðsríkið. And that is one of the biggest mistakes the church has done. Og þetta ein af verstu mistökum sem kirkjan hefur gert. We have pulled ourselves out of schools, Við höfum bara fjarlægt okkur áhrif í skóla, politics, í pólitík. and all this we have pulled out of life. Við höfum bara horfið úr lífinu á öllum áhrifasviðum. And we are locked up in these four walls Og við einhvern veginn læsum okkur innan fjara veggja and waiting until we can go to glory. og bíðum bara eftir að við getum farið inn í dýrðina. And God doesn't want you there. Og Guð hefur ekki hannað þetta svona. He wants you to stay here Hann vill að þú sért hér á and þessu fix stað their problems. og lægir vandan. That was plan A, Það var plan A and he doesn't have a plan B. og hann ekki með plan B. So that makes that you are so important. Það gerir þig svo mikilvægan einstakling. The day you die, Að daginn sem þú deyrið, your body will go back into the earth þá fer líkaminn aftur ofan í jörðina and your spirit has to leave. og andiðinn hann verður að hverfa tilbaka. He is then illegal on this place. Þá hann ólöglegur án líkama á jörðinni And you can do nothing about it. og þú hefur ekkert það að segja. So today, Þannig að í dag we have the opportunity þá höfum við tækifæri to do something about it. að gera eitthvað í málunum. So stop pitying yourself. Þannig að hættu þessari sjálfsvorku. Stop thinking about, I look bad, I'm fat, I'm skinny, Hættu I'm þessu- small, I'm bald. Stop! Hættu að tala svona sjálfur. Ég líti ekki vel út, ég feitur og ég ljótur og hvaða nú That's the place the devil wants to be, because then you are drawing from him. Og það staðurinn sem djöfullinn vill á sért á, því að And þá you get- að draga frá ríki And myrkusins you are paralyzed. og þú lamar sjálfa þig. You need to step up. Þú þarft að stíga upp, Look into the mirror. horfðu í spegilinn From this perspective, frá þessu sjónarhorni, because now you are seated in heavenly places því að þú situr með honum í himinhæðum through Christ Jesus, fyrir Kristi Jesú and you have the authority, og þú hefur þetta yfirvald and you can do something about it. og þú getur gert eitthvað í málunum. This guy Þessi gaur, has not the same power as this guy. hann hefur ekki sama kraft og þessi hérna gaur. He is trying what he can to deceive us. Hann gerir hvað sem hann getur til þess að blekkja okkur. I will tell you something. Ég ætla að deila nokkru með The ykkur. devil is not as strong as you think he is, Djöfullinn hann ekki eins öflugur og þú heldur. but he knows the game. En hann þekkir leikinn. He has thousands of years of experience. Hann hefur 1000 ára reynslu. He was here for maybe 1,000 or millions of years. He knows Kannski God. var hann hér í 1000 eða milljónir ára. He knows the principles, Hann þekkir prinsipin, spiritual laws. andlegu lögmálin. He knows how God can play the game. Hann veit hvernig Guð leikur leikreglunar. Because Jesus says the door, I am the door. En Jesús segir, ég dyrnar. But this guy, he will just go over wherever he can. En þessi gaur, hann fer bara út allt. And he will steal and plunder and rob. Og hann mun stela, slátra og eyðileggja. The problem with us that is making us paralyzed is that we get messed up by him in our thinking. Það vandamálið sem gerir að verkum að við bara lömumst að því að hann að krukka í huga okkar. If you start to understand the teaching that Alan has, Ef þú byrjar að skilja kennsluna sem Allan var að kenna okkur, you will change. þá muntu umbreytast. And you can change Og þú getur breyst everything around you. og breytt öllu í kringum þig. And that's the objective for us. Og það það sem við eigum að einblína á. Amen. Amen. One of the best things we can do Eitt af því besta sem við getum gert
is to pray in tongues. að tala í tungu. It is number one. Það bara númer 1. I can stand here Ég get staðið hér á þessu svæði with all the lack in my knowledge, experience. með alla vanþekkingu eða reynsluleysi. I don't know which way to go. Ég veit ekki, hef ekki hugmynd hvert að ég á að fara. I could be here, don't know what the problem is. Ég veit ekki eins og jafnvel hvað vandamálið But here, En hér, á þessum stað, the playbook is perfect. þar leikbókin alveg fullkomin. So I can stay here. Þannig ég get staðið á þessum stað. Ikaramara eskonolo shikindi estamala makwani estanala ekoya nero mashtikini estonolo ekoro malaka estonala khadini estonolo mara neshto. And my body is legal here, and I connect and I open the playbook here, and the angels, sorry. You have to take the speaking tongues first. Og ég get staðið hér og Simbri helia lando beria kateni nessa imbalariti lorra Siberia lando ripanana. Og síðan get ég farið hér og And suddenly I'm connected to the one who knows everything. skyndilega ég tengdur þeim sem hefur alla þekkingu. And use your spirit, soul and body. Og þú notar anda þinn sál og líkama, líkama sál og anda. Consistency is a key. Það að það reglusemin, það það sem Guðsríki fjallar I prayed 20 minutes yesterday. Woo, I'm Og up ég today. bað í 20 mínútur í gær, yes. No. I'll recommend start an hour a day. No, or don't start a day, but try to come to a place an hour a day. I'm just pouring in the spirit. Byrjaðu ykkur staðar. Hvort þú getur sett klukkutíma dag, þá það reglusemin sem á að ríkja. Take hold on your destiny. Taktu föstu taki fyrir framtíð þína. And not that Ekki bara svona eitthvað út í hold on loftið, it. heldur taktu taki. Ekaramara stonoi kinara. Imprenia la landro And you need to pull yourself into this. Og þú þarft að taka þig taki til þess að stíga inn í þetta. Take authority. Taktu yfirvaldið. Put yourself in position. Settu þig á réttan stað. Listen. Hlustaðu. Energize yourself. Gefðu svolítið kraft og trukk í þetta. This is a book that is meant to be open. Þetta bók sem hefur það tilgang og hún sé opnuð. This is the living word. Þetta hið lifandi orð. This is the seed. Þetta sáðkorn. This is not a religious book. Þetta ekki trúar helgisiða bók. This is a legal book. Þetta lagalegt regluverk. It tells you everything you need to know. Það segir þér allt það sem þú þarft að vita. What you need to know about what's happening. Og vita allt hvað í gangi. And together with the Holy Spirit. Og til samans með heilugum anda. It's powerful. Þá þetta svo kröftugt. And suddenly you became the changer. Og allt í einu þá varst það þú sem umbreytir öllu. You set the atmosphere. Þú settir andrúmið. You are praying and activating angel armies. Þú að biðja og aktivera herskara engla. You activate God, the books in people's life. Og þú að leysa úr læðingi engla og krafta inn í líf fólks. You go to your children, you pray their destiny form. Og þú biður fyrir börnunum og biður framtíðina inn í líf þeirra. Your church. Fyrir kirkjuna þína. Your neighborhood. Fyrir umhverfið þitt. Take authority. Taktu yfirvald. You are connected to both of these two. Þú tengdur báðum þessum ríkjum. You are so important. Þú svo mikilvæg manneskja. Let's rise. Við skulum stíga á fætur. Can we pray in tongues for a little while? Getum við talað í tungum í smástund? And I will recommend let the flow come. Ég mæli með því, leyfðu bara því að flæða fram. No mumble. Ekki muldra bara eitthvað, heldur leyfðu því að flæða fram. Let's hear let the word come. Let's hear the flow come. Við skulum heyra flæðið koma fram. Come on.
Áfram. Let it flow. Leiðu því að flæða. We can't be lazy about this. Við getum ekki verið í einhverjum leti gýr með þetta. Ekoro malastonoia kilendro stanaya makoya. Ekoro marostanala saitya etoro malakini estonoia. Shandala saitya koya stanala kanya khadolo seidi. Ekoro maronaro khadini estonolo marastanaya. Come on, let it just flow. Don't let it stop. Koro stanaya. Hallelujah. Shandoro mero kolo estanaya. Hallelujah. Shandoro sekeya estanoia. Lakonya sandro stanaya kaya stanaya. Lakoya estonoro maro stanala kineya. Lakonya estonoro shandara mikaya.